Jæja, verið velkomin til leiks. Fyrsti leikur Víkings og Kríu í úrslitaeinvígi laust sæti í Ólistildinni. Þetta verður heldur betur áhugaverð rimma hérna í dag. Það vekur mikla athygli að Kristján Orri Jóhannsson, besti leikmaður fyrstu deildar í vetur og leið sá markahæsti, hann ekki með í dag. Hann vafinn fingurnar. Tilkynnti með það að hann hafi eitthvað létt tognað á síðustu æfingu. Ég ætla nú samt að spá í að hann verði með í leik nr. 2 og 3 ef að sá leikur fer fram. En Daði Laxdal hérna á miðjunni, Viktor Andri vinstra megin og Henrik Bjarnason vinstra horni, Alex Viktor hægra horni og Arnar Jón hérna hægra megin, gamli jálkurinn. Þetta verður Alex Viktor fer inn á horninu og skýtur hérna í slána. Arnar Gauti einn á auðum sjó en Sigurður Ingiberg með frábæra vörslu. Nær honum hérna niðri. Við munum líklega að sjá að Kríumenn eru ekki að fara að keyra upp hraðan eðlilega hérna í dag. Þeir munu væntanlega gefa sér góðan tíma í hverja sókn.
Það nú svona þeirra möguleiki í þessu. Já, Viktor Andri sækir hérna fríkast. Þetta svona ráðleysislegt hjá Kríumönnum. En gamli jálkurinn Arnar Jón Agnarsson skorar 1-0. Arnar Jón komið víða við á sínu ferli. Og Logi Snædal Jónsson Sardon kominn hérna á miðuna. Hjalti kemur út fyrir. Hjalti að spila móti mörgum gömlum félögum sínum úr Gróttu, uppeldisfélögum. Egidíus kemur hérna í varnarskiptingu fyrir Loga. Já. Frábær gafnreifing hjá Viktori Andra en Sverrir ver virkilega vel. Já. Ruðningur á Jóhannes. Fannst hann líka tæpur á skrefum, satt best að segja. Þetta er snúinn leikur. Og Alex Viktor fer inn á horninu og klárar þetta með stæl. Alex Viktor uppalinn Þróttari. Held ég alveg örugglega. Skipti svo yfir í Gróttu og hefur ákveðið að taka slagi með Kríu í vetur. Já. Logi Snædal Jónsson Sardon, virkilega vel gert hjá honum. Logi stimpla sig hérna vel inn í leikinn. Eyjamaðurinn. Hérna vildu Kríumenn meina að dómararnir hafi verið aðeins og fljótir að flauta. Það er erfitt að eiga við Filip Andonov. Og Viktor Andri skýtur þetta meðfram síðu og skora gott mark. 3-1. Já, Egidíus allt of bráður. Þetta var allt of snembúið skot og krafturinn í skotinu alls ekki nógu góður og nægilega mikill. Já, hérna Kríumenn gerir þetta vel. Láta hægra horni leysinn, setja línumanni milli 1 og 2. Jan Filip Andonov tekur náttúrulega mikið til sín, stór og sterkur strákur og erfitt að eiga við hann. Og Arnar Jón laumar honum vel inn á hann og Filip klárar vel. Gulli og Andri Berg taka hérna leikli eins og sjá mátti á þann. Skynsamlegt.
Þetta verður snúið einvígi. Kríumenn eru reyndir, þeir eru kunna sitt hvað fyrir sér í boltanum, en þetta eru strákar sem að hafa ákveðið að taka því svona aðeins rólega og æfa eins og tvissa, þrissar í viku í staðan fyrir að vera 6 í viku alveg á fullu gasi. Enda í nógu að snúast í öðrum vinnum og verkefnum hjá þeim. Það er ljóst að Víkingar þurfa aðeins að trekkja sig hérna í gang eftir rúmar 6 mínútur. Þetta er ekki, það eru ekki alveg komnir í almennilegan gír. Já, nú þarf bara boltinn að gangi yfir. Logi og Sverrir Ver, en við náum ekki frákastinu. Þetta var ég sagt óvanalegt að sjá samvinnu Loga og Hjalta ekki ganga upp. Ég veit ekki hvað ég er búinn að sjá margar stóðsendingar frá Loga í vetur inn á Hjalta og Hjalti hefur klárað það frábærlega. Þannig að vonandi að þetta sé ekki það sem að koma skal hérna í leiknum. Menn þurfa að takta inn í leikinn og stíga fast í jarðar og vera klárir í þetta. Og Daði Laxdal Gautason skorar hérna gríðalegt siglumark. Daði Laxdal, sonur Gauta Laxdal, sjúkraþjálfara og Hittu sem að unnu frábært starf fyrir Gróttu áratugaskeið, bæði þjálfun yngri flokka og öðrum málum fyrir Gróttu. Já, Arnar Steinn kemur hérna út fyrir og skora gott mark. Þetta hefur verið í vopnabúri Arnar Steins í mörg ár í yngri flokkunum og núna líka í meistaraflokki síðustu 2 ár. Kemur út fyrir og sýnir svona eins og sé að fara að gefa hann yfir en setur hann. Já. Daði Laxdal með virkilega gott mark úr skrefinu. Staðan er 6-2. Arnar Steinn og hann brennir af. Líkamstjáning Víkinga er ekkert sérstök, bara alveg eins og þessi byrjun, en það er bara 9 mínútur búnar og menn þurfa aðeins að koma sér bara í takt og jafnvægi og ekki vera að ofhugsa hlutina. Já, Arnar Jón reynir hérna dönsku sendinguna niður í horn en aðeins og framalega. Virkilega vel gert hjá Jóhannesi. Kemur hérna á fullu gasi og keyrir milli 2 og 3 og hoppar hátt upp og setur hann.
Eins og ég talaði um áðan, þá munum við væntanlega sjá áfram ansi svona agaðar og skynsamar sóknir og langar hjá Kríumönnum. Það náttúrulega bara þeirra séns eðli málsins samkvæmt. Já, reyna hérna gamal kunnugt kerfi en gengur ekki upp. Sigurður Ingiberg með frábæra vörslu. Siggi Seðill eins og hann hefur stundum verið kallaður meðal annars í seinni bylgjunni. Sigurður var Íslandsmeistari með Val 2017 og lék þar afbragðsvel í úrslitakeppninni. Já, engin ásetningur hérna. Ég verð nú að segja að ég bjóst við 2 mínútna brottvísun hérna, en jú, þeir eru eitthvað að fara sig við hvern annan. Þetta var engin ásetningur en klárt brot og því miður ekkert annað hægt að gera en að gefa 2 mínútna brottvísun. Já, núna reyna þeir að tróða inn á Gunnar Val Arason. Gunnar Valur, þjálfari meistaraflokks kvenna í Fjölni Fylki. Við sjáum að þeir eru með 2 sterka línumenn í þessari deild, Filip og Gunnar Valur, sem taka mikið til sín og erfitt að halda þeim. En virkilega gott mark hjá Henrik Bjarnasyni hérna áðan. Staða 3-7, mjög erfið byrjun hjá Víkingum en þurfa bara aðeins að anda inn og út og takta inn í leikinn í rólegheitum. Sigurður ver og Arnar Gauti nær frákastinu. Þetta var mjög sterkt, einu færri. Mjög sterkt að ná að skora á þá núna í undirtölu. Já, þeir reyna aftur sama kerfi, fara í 2 línur. Gunnar Valur kemur inn. Já. Daði óheppinn. Og Arnar Steinn klárar þetta frábærlega. Þetta er nákvæmlega málið á móti liðum eins og Kríu. Það er að fá sér auðveldu mörk, fá sér hraðalöp, að láta á þeirra að hlaupa aðeins. Jafnt í liðum. Filip kemur út af og Viktor Andri kemur hérna vinstra megin. Já, vara hérna í hornajúka og Daði reynir að vinna með Sigur Ingiberg verið hérna frábærlega og lætur sína liðsfélaga að heyra all hressilega. Það er ástæða fyrir því að Sigurður var í Íslandsmeistaraliði Vals 2017. Þetta er algjör gæða markmaður í þessari deild. Virkilega öflugur og bara topp maður líka. Já, nú þarf boltinn að gangi yfir. Já, áfram, láta boltan vinna, láta hann flæða, hreyfa vörnina aðeins úr stað.
Sigur Ingiberg löngumættur í fjærhornið. Þetta einkenni góðra markvarða að vera með góðan leiklestur, vera búnir að taka skrefið og bíða svo eftir að klukka boltan. Staðan 5-7 og rúma 14 mínútur búnar. Bröðsótt byrjun en það geti vel farið svo að Víkingur heyrði hérna með 4-5 marka fórskot í hálfleik. Hver veit, sjáum hvað setur. Sjáum hvernig þetta þróast. Já, fara hérna í júkafæslu Viktor Andri og Arnar Jón. Reynslu boltinn og Jálkurinn með gott mark. Ekki var það fast að þessu sinni en hins vegar var það hnit með að Alex Viktor hefur fengið eitthvað höfuðhögg. En hann virðist harkað af sér. Já, frábært mark. Jói sleppir boltanum á hárréttu mómenti og Logi fer hérna í milli 1 og 2 og setur hann. Við hljótum að sjá frá Kríumönnum að þeir munu láta Fílip spila líka svolítið og jafnvel þeir fari bara í 2 línur með Fílip og Gunnar Val og þar af leiðandi munu þeir væntanlega að reyna að einangra fyrir skytturnar og búið til pláss. Daði Lagsdal skorar þetta gott mark, 9-6. Sigurður Ingiberg með frábæra vörslu og Viktor Andri róar. Fyrstu 16 mínúturnar hérna í dag. Þetta er náttúrulega bara fullkomin byrji fyrir Kríumenn. Þeir hafa náð að halda tempónu niðri og aðeins fengi á sig 1 hraðalupsmark og verið afar skynsamari og agaðari í sínum sóknarleik að flestu leyti. Já, Gunnar Valur. Virkilega góð hugmynd sem var næstu því upp. Og Henrik skýtur í stöng. Við þurfum að fá aðeins meiri hraða í þetta, aðeins meiri svona auka gír. Láta boltan vinna aðeins og
Megum ekki falla á niður á þeirra tempó. En Styrmir með gott mark, 7-9. Já. Stimmi farin að brosa. Það veit á gott, já. Klókt hjá Gulla. Gulla Andraberg lætur hérna Arnar Huginn vera svolítið fljótandi hérna fyrir framan, aðeins að riðla sóknarleiknum hjá þeim. Aðeins að reyna að búa til þvingaðar og klossaðar sendingar frá Kríumönnum. Þetta var ótrúlegt mark, svo kallað skrautmark eins og einhver myndi segja, eins og sama Örn Ellingsson hefði sagt hérna með 20 árum. Já, Sigur Ingiberg og Alex Viktor klárar hérna úr raðalöpinu. Eins og ég talaði á hann, þetta er bara fullkomin byrjun á leiknum fyrir Kríumenn. Nákvæmlega eins og þeir vildu hafa þetta. Og reynir á andlegan styrk hjá Víkingum að láta þetta ekki fara í hausinn á sér. Frábær sending hjá Loga. Inn á Hjalta, þessi samvinna sést æði oft í vetur. 8-11. Þá kemur Viktor Þorsteinsson inn í hægra hornið. Já. Dómarinn er ekki alveg sammála hérna. En eftir að Gunnar Óli rökstuddi sinn dóm við Jónas Eliasson dómara, þá komist þeirri niðurstöðu að Víkingur á boltan. Ólileg blokkering væntanlega dæmt hérna á Filip. Frábær sending hjá Stimma en Hjalti óheppinn. Ákaflega lúmsk sending hérna inn á línu. Viktor Orri lauma sér hérna inn á línu, leysir inn á móti bolta. Vörn Víkings algjörlega sofandi á verðinum. Þetta gerist oft þegar liðir að spila 5-1 vörn, þá eðlilega skapast pláss hérna fyrir aftan. Daði Laxdal fljótur að átta sig. Virkilega vel tímasett hlaup hjá Viktori. Og aftur reynaður. Það munaði nú ansi litlu að þetta hefði gengið upp. Og Arnar Jón Agnarsson. Hérna. Já, Gulli vill fá víti. Það er allan að ljósta að þetta er annarkvort víti eða runningur. Ég bara sá þetta ekki nægilega vel. Hvort að Arnar Jón hafi staðið hérna inn í teig. En reynsluboltinn Arnar Jón Agnarsson klókur að
stíga skrefið og veiða hann í ruðning. Jæja. Yes. Arnar Gauti átti bara að fara sjálfur hérna, taka eitt sendingafegg til hliðar og fara sjálfur. Viktor Andri, þarna vilja Víkingar fá skref og það var kannski eitthvað til síns máls. Daði Laxdal, ákaflega klókur, fer í góða vinstri hægri vinstri fintu og Arnar Huginn lendir aðeins aftan í honum og 2 mínútna brottvísun. Jæja, Kríum er 6-5. Fílip kemur hérna inn, fær í 2 línur. Daði fær hérna frábært skotfæri en skýtur framhjá. Arnar Steinn í svona stöðu mega menn ekki fara að taka eitthvað 50-50 skot, eitthvað töffara vippu, menn þurfa bara að koma nettinum í netið. Ekki eins góð mæting á þennan leik og Oddalengi við Hörð. Verður kannski hefur leikdagurinn eitthvað með þetta að segja að þetta sé á laugardegi en ekki kvöld á virkundegi. Já, þarna hefði verið ákjósanlegt að fá gott hraðalöp en við erum vissulega einum færri. Nú þurfa menn aðeins bara að fara að stíga upp hérna. Menn eiga rosalega mikið inni og alveg 2 auka gíra til viðbótar inni. Já. Það er gott að það er samræmi báðum megin á vellinum. Ja, nei, ég held að hann ætla að gefa honum 2 mínútna brottvísun. Ég var aðeins og fljótur á mér, en svo er ekki. Og Sigurður Ingiberg með frábæra vörslu. Viktor Arri klárar þetta úr hægra horninu. Hoppar hérna upp af öfugum fæti. Einar Rafn Magnússon, uppalinn víkingur, fættur 2002, ennþá í 3. flokki, elst ár í 3. flokki. Kominn hérna inn á og vonandi að hann stimpli sig vel inn í leikinn. 9-13. Verðum að fá betri vörn. Það þurfa aðeins að játna sig upp varnarlega og stíga fast í jarðar, vera tilbúin í smá átök og
mæta mönnum. Já. Hendin gæti fara að koma fljótt upp. Nei, það er smá tími í það. Áfram, ekki þetta, nákvæmlega. Keyra hratt upp og boltan yfir stimmi. Tveggja mínútna brottvísun á Viktor Orra. Hann var einfaldlega inn í teig þarna og ætlaði að leika dómarann og fiska ruðning, en hann bara, þá kemur Ólafur Guðni Eiríksson uppalinn í Laugardalnum hjá Þrótti Reykjavík, línumaður tröll af burðum. Óvanalegt að sjá línumenn taka víti, en Óli er búinn að taka fullt af vítum í vetur og verið ákaflega öruggur. En Sigurður Ingiberg Ólafsson svo sannarlega betur en enginn þetta í markinu. Þvílíkur hvalrengi fyrir Kríu að fá hann. 14-9. Jæja, nú þurfum við að nýta yfirtöluna vel. Spurning hvað Logi gerir á. Og boltan yfir að Jóa, komdu með hornið. Yes, vel spilað. Það er hreinlega ekkert að falla með okkur hérna í dag, enn sem komið er. Fengum þetta frábært færi, Arnar Steinn hoppaði vel út í teginn en lukkan ekki með honum lið, skýtur hérna í stöngina. Já. Og Arnar Gauti Grettisson Eyjapeginn afar geðþekkur og mikill toppmaður, nýjasti starfsmaður dómsmálaráðuneytis, eins og ég áður komið inn á og leiðist ekki að segja. Toppmaður Arnar Gauti, þjálfar 5. og 4. flokk kalla hérna hjá okkur í Víking. Gert mjög góða hluti. Það er Árni Benedikt Árnason, uppalinn Gróttumaður. Afar sterkur varnarmaður í gegnum tíðina. Kannski ekki jafn mikið farið fyrir sóknartilburðum hans, en þetta er stór og fílhraustu strákur. Daði Laxdal kemur hérna Kríu í 15-10. Þetta á bara Einar Árna að verja og það veit hann mæta vel. Jæja, Guðjón Ágústsson kominn inn á. Logi með frábæra klippingu, já. Frábærlega gert. Fengum þetta framhaldsspil, letum boltan ganga tvisvar. Hornin eru búin að vera ansi opin hérna fyrir Víkinga í fyrri hálfleik.
En það Grímur kannski að þétta pakkan inn á miðju. Já, og væri frábært að Þetta er ekkert annað en 2 mínútna brottvísun. Keyrir þarna inn í hliðina á honum. Stór hættulegt brot, myndi kannski einhverjir halda fram. Það allan að leita ekki vel út. Jæja, er Sigur Ingiberg að fara að verja sitt 3. vítakastið í fyrri hálfleik. Nú þarf að Óli það var í sterta að minnka þetta niður í 3. Það er Sigurður fer framalega á hann. Spurning hvort Óli setja hann aftur á sama stað. Hann kloppar hann. Jæja, 12:15 í hálfleik. Við komum aftur eftir skamma stund í seinni hálfleik.
Þá fer seinni hálfleikur brátt að hefjast. Leikmenn Víkings væntanlega fengið hressilega yfirhalningu í hálfleik, eitthvað sem þeir hafa bara átt skilið. Voru alls ekki samfærandi góðir hérna í fyrri hálfleik. Já, frábært. Nýtum yfirtöluna vel og vinnum vel með Hjalta og Hjalti klárar. Góð byrjun. Kríumenn ákveða að taka ekki markmann út af og spila 6 á 6. Heldur bara gera þetta eins og þetta var alltaf í den. Arnar Jón, ekki var þetta fast. Skotkrafturinn minnkaði aðeins hjá honum með árunum eðlilega. Það var eitt sá fastasti. Arnar Jón spila með liðum eins og AE í annarri deildinni í Þýskalandi, Haukum og Stjörnunni. Var einnig eitthvað lítilega hjá FH og Breiðablik, þegar Breiðablik var og hét í handbolta fyrir rúmum 20 árum eða svo, sem segir svolítið mikið að Arnar kominn vel á aldur, 39 ára samkvæmt mínum kokkabókum. Kríumenn verða hérna einum færri í 35 sekúndur í viðbót. Mikið rós á Kríumenn fyrir fyrri hálfleikinn hjá sér. Þeir voru mjög agaðir, skynsamir, spiluðu langa sóknir, leituðu að besta færun og fundu það oftast. Já, klókt hjá þeim, vinna tíma og fá mannin inn. Viktor Andri kemur hérna inn á, hendi komin upp. En Árni Benedikt, klókur að ná frákastinu. Hvar eru Víkingarnir til að taka þetta frákast? Það var klaufalegt. Styrmir Sigurðarson með glórulaust skot í þessa klassísku millihæð sem að svo auðvelt fyrir markmenn að verja. Ekki bara að skotið hafi verið í millihæð, heldur kom skotið eftir 60 sekúndur. Það náttúrulega bara, það ekki gott. Frábær gabbreyngi á Daða Laxdal, hægri vinstri og upp á hægri, skorar hérna virkilega gott mark. Já, Styrmir fljótur að svara hæl. Fjórtán 17. Já. Þarna kom gamli skotkrafturinn hjá Arnari. Þetta var
voru hans einkennisskot hérna í Galanda. Fallbyssuskot 14-18. Logi fer í síunda dreifinguna, já, láta bolta vinna áfram yfir. Já. Þetta bara réttu dómur. Filip fer hérna aðeins og harkalega Jóhannes. 2 mínútur brottvísun. Spurning hvað Logi vill spila hérna, eða hvað við viljum spila hérna í yfirtölunni. Já, flott, láta Stimma velja. Flott. Og virkilega vel klára á Guðjóni. Það veit oftast á gott að Styrmir að taka ákvörðun í yfirtölu einu fleiri. Hann velur yfirleitt alltaf rétt. Besta kostinn. Já, hendi komin upp. Þetta var frábært skot hjá Daða Laxdal. Daði búinn að vera virkilega öflugur hérna í dag. Egidíus vinnur hérna fríkast. Já, förum aftur í Logi leysirinn. Já, sjáu þið. Virkilega vel varið hjá Sigga þarna áðan. Hérna bara Logi Snædal hreinlega heppinn að fá ekki 2 mínútur brottvísun. Nei, ég segi svona, það kannski verið full strangur dómur. Já, Stimmi kominn hérna fyrir framan núna. Stimmi með mikið vængkaf og mikið leikskilning, en það sjáum við erum ekki lengi að vinna boltan. Áfram yfir, já, glæsilegt. Handbolti 103. Vinna í sig 1,5 mann og losa. Svo má keðjan ekki slitna. Fengum þetta frábært færi. Og Ólafur Guðni fer á punktinn. Siggi búinn að verja frá honum einu sinni. Siggi fer áfram, framalega á mótunum. Og hans þriðja vítakast í þessum leik. Algjör gæða markmaður. Já, Sverrir er vel. Já, losa yfir. Enn og aftur erum við að skjóta í millihæðina. Og Viktor Orri Þorsteinsson. Víkingar vildu fá skref á Viktor Orra. Ég skal ekki segja 15-20, 22 mínútur eftir hérna.
Mikið stemmingsmark fyrir Kríumenn að fá hérna ódýrt raðalagsmark. Og enn og aftur heldur Sigur Ingiberg uppteknum hætti. Og hann hreinlega farin hérna bara glotta við tönn. Já. Hérna hefði Arnar Jón þurft að losa hann fyrir þegar Stimmi kom á blindurliðin á hann og það hefði verið yfirtala hinum megin. Daði Laxdal með frábært mark. Eins og ég sagði hann, Daði búinn að vera eiginlega bara stórkostlegur hérna í dag. Og Arnar Gauti skoraði þetta gott mark. Og markið það þarf að festa markið aftur niður. Ragnar Kristinsson að ég held örugglega starfsmaður leiksins kemur hérna inn og kippir þessu í liðin. Já, Gulli og Andri Berg gera það eina rétt í stöðunni og taka Daða Laxdal úr umferð. Miðjumbretti drengurinn búinn að spila hérna, þá þetta náttúrulega bara það eina rétta. Og Viktor Orri fer inn úr hægra horninu upp á hægri og já, réttur dómur, reynsla hérna á Daða. Veiðir Jóa í ruðninginn. Já, Víkingar fara hérna í 4-2, Arnar Huginn tekur Viktor Andra og Arnar Gauti áfram að taka Daða. Já, Lárus Gunnarsson, gamli rammavörðurinn og þjálfari liðsins og einna þeirra aðal forvígismönnum. Klókur og tekur hér leikli. Þeir væntanlega ætla finna einhverja lausnir á móti þessari 4-2 vörn. Það þurfa menn að vera hreyfanlegir án bolta á móti svona vörn og ekki vera að sækja upp í stúku eins og oft er sagt. En verður mjög áhugavert að sjá hvort að þessi 4-2 vörn Víkinga fari ekki fljótt að bera ávöxt. Allavega mun sóknarleikur Kríumanna riðlast allverulega. Arnar Jón vinnur hérna fríkast. Í handboltahreyfingunni oft talað gömlu góðu hestafintuna hjá Arnari. Arnar veit sjálfur að þau hefur gaman að því. Já, nú þurfum við að keyra hratt upp. Jú. Og losa. Tveggja mynda brottvísun. Ekkert annað hægt. Vont fyrir Kríumenn að
missa Arnar út í 2 mínútur. Bæði hann skynsamur sóknarlega og ekki síður frábær varnarmaður með góða staðsendingar og leiklestur. Jæja, 17-22, Arnar Huginn skorar hérna af öryggi úr vítinu. Lárus Gunnarsson gefur hérna tilskipanir, segir sínum mönnum að slaka á og Gunnar Valur Arason kemur með einhverja púnta til Lalla. Sverrir með frábæra vörslu. Jæja, sjá Arnar Huginn í horninu, yes! Frábærlega spilað. Get ekki sagt að ég sé hissa, Stimmi hafi valið réttan kost. Arnar Huginn klárar þetta vel. Nú er þetta bara 4 mörk. En þá 40 sekúndur í að Kría verið með fullskipan lið. Hlynur Bjarnason komir hérna inn á. Hlynur var er fæddur 96 eins og tvíburabróður sinn Henrik. Þeir voru einhverju efnilegustu handboltamenn landsins í 5., 4. og 3. flokk. Voru hreinlega frábærir. Ellefu sekúndur í að Kría fái mannin sinn inn. Snöggir upp og Guðjón vippar hérna yfir Sigur Ingiberg. Mjög góð skottakni, þetta lærði hann í handboltaakademíunni á Selfossi. Mjög góður úrliður hérna. Arnar Jón Agnarsson kominn aftur inn á. Jafnt í liðum. 22-19. Korter eftir. Og Filip Andonov skorar algjör tankur hérna inn á línunni. Hérna voru við heppnir að hreinlega glutra ekki boltanum. Jæja, Logi Snædal Jónsson kominn inn á. Já, Jói þarf að stíga svolítið upp hérna síðasta korteri svo við þurfum að eiga góðan séns á að vinna leikinn. Já, boltan yfir. Já, ok. Styrmir með frábært mark, svífur þetta vel í loftinu og setur hann inn nær. Logi klift hann verulega vel inn. Notaði þarna vinstri hendina til að klippa hann inn. Jæja, Arnar Gutti heldur áfram að taka Daða Laxdal úr umferð.
og Arnar Jón Agnarsson inn úr hægra horninu upp á öfum fæti og fór í gömlu góðu vippuna. Ég held að það hef ekki oft gerst á hans ferli að hann hafi svifið inn úr horninu og klára með vippu. Já, Filip fær hérna 2 mínútna brottvísun. Nú þurfum við að vinna þennan kafla helst. 2-0 þennan yfirtölukafla. Láta Stimma velja. Við væntanlega förum í að Logi leysi hérna inn á línu. Já. Sigur Ingiberg veitti Arnar Gauta hérna í fjærhornið og varði hérna virkilega vel frá honum. Þetta var Arnar Jón stálheppinn að reyna tapa ekki boltanum. En þá mínúta í að Kría fái manni sinn inn og sé með fullskipalið. Já, hendinn komin upp. Víkingar vinna boltan. Jæja, keyrum upp. Boltan yfir. Boltan á Jóa núna og boltan strax yfir. Á Stimma. Við erum í yfirtölu. Við verðum að lesa leikinn. Já, stálheppnir að muna ekki miklu að boltin hefði farið út af þetta. Já, skynsalegt hjá Gulla og Andraberg taka hérna leikli. 12 mínútur eftir af leiknum. Og þurfa menn að vera fljótir að reagera og stíga aðeins á bensíngjöfuna ef menn ætla hreinlega bara að vinna hérna í dag. Menn að vera kjarkaðir og hugaðir og óhræddir. Við erum hérna á heimavelli á móti liði sem að er vissulega mjög reynslumikið og með sterka liðsheild, en við erum bara í betra líkamlegu ásökumulagi og við erum bara eigum að vera með betra lið. Jæja. Já, förum vantilega. Já, Logi leysir inn. 2 línur. Já, boltan aftur á Stimma. Já. Aftur hreyfa það aðeins. Og við missum boltan. Boltafæslan alls ekki nógu hröð hérna. Hefði viljað sjá strákana færa boltar hraðar yfir kanta á milli. Eða horn á milli, réttara sagt. Þannig opnar maður vörnina betur.
en ekki á einhverjum hálfum hraða. Og Hlynur Bjarnason uppalinn í FH mætur 96 að ég held örugglega frábært undirendaskot. Já, Jói fær dróðum hérna frá, fórum í innleysingu og Jói fekk mikið pláss, valdi rétt en hjalti galopin og línu en hjalti ekki alveg vakandi hérna. Já, það hefði svo sannarlega alveg verið hægt að sleppa einhver hérna. Sigþór Gellir Mikaelsen, hann kallar hérna inn á völlin að vilja fá meira flot á boltan. Spurning hvort að þeir þurfi ekki bara áfram að spila svolítið hægt og agað skynsamlega. Þeir þurfa ekkert að, allan að mínu viti, þurfa ekki neitt að sprengja neitt upp í þessum leik. 5 mörkum yfir, 10 mínútur eftir. Já. Kríumenn að fara hérna inn í 2 mínútna kafla, einum fleiri. Já, Lárus Gunnarsson leggur hérna ráðið með Daða Laxdal Gautasinni. Ef það er ekki fyrir þá 2 held ég að Kría var ekki til. Þeir hafa unnið frábært starf við að koma þessu liði á koppinn. Já, einhver smá reikistefna hérna hjá dómarunum. Þeir ákveða Víkingur eigi boltan. Þetta var tæft. Já, Arnar Jón segir sínum mönnum aðeins að róa sig. Það er enda þeir í kjörstöðu hérna. 5 mörkum yfir og einu fleiri. Og rúma 9 mínútur eftir. Já, slagt skoti á stimma, beint á Sigur Ingiberg í markinu. Herðu, hér er alltaf sjóðu upp úr, ég veit ekki hvort að myndavélinn, nei, myndavélinn er ekki á þetta. Ég reynilega sá ekki alveg hvað gerðist, satt best að segja. Ég sit hérna bara upp í blaðamannastúku og þetta atvik hérna á hliðlínu fór algjörlega fram á mér. Alex Viktor einhver smá reikistefna hérna.
Já, en þá 55 sekúndur í að Víkingurinn sé með fullskipa lið. Já, Gunnar Valur væntanlega kemur hérna milli 1 og 2, Arnar Jón velur. Viktor Andri með djúpa hliðarfintu. Hefði ásækjum mátt koma með hann yfir Kríumanna vegna. Nú fer hendin örgulega fljótlega að koma upp eða hvað. Viktor Andri gerir þetta virkilega vel, ógnar skoti hérna milli 1 og 2 og fer rætt tilbaka. Jafnt í liðum, Hjalti Már kominn inn á. Egidíus með máttlítið skot. En hann var svo sem búinn að stilla miðin ágætlega. Þetta var á góðri stefnu þetta skot en ákvæmlega máttlítið. 26-20, rúm 7,5 mínútu eftir. Það er einfaldlega því miður ekkert sem bendir til þess að við séum að koma með eitthvað alvöru áhlaup. Og Viktor Andri Jónsson skorar hérna aftur. Og Hjalti skorar af miklu harðfylgi. Jæja, það er spurning hvort við förum eitthvað að taka 2 út. Já, svo sem, já, við erum að taka bara 1 út. Viktor Andra og Daði Laxdal, já, 4-2. Ekkert annað hægt. Það er spurning hvort að Örn Ingi Bjarkason kom eitthvað inn á lokakaflanum. Hann kemur inn í félagið af miklum krafti fyrir tilstöðlan Fannas Helga Rúnarssonar, íþróttastjóra Víkings. En það er allavega gott að vita til þess að í leik 2 og mögulega 3 þá eigum við Örn Inga inni. Jæja, frábært. Stimmi með gott mark. Og Lárus klókur tekur strax leikhlé. Líst ekkert á blikkuna, þetta er fljótt að gerast. Það verður mjög forvitnilegar lokamínútur hérna þessar 6 mínútur sem eftir eru. Það var ekkert sem benti til þess að við varum eitthvað að fara að koma tilbaka en 2 mörk á afar skömmum tíma gefur vonir til bjartsýni. Eins og ég talaði um áðan þá er Örn Ingi hérna á bekknum var frábær í oddaleiknum móti Herði. Gott að vita af honum að við eigum hann inni, mögulega einhverja sóknir hérna í lokin. Örn, eins og ég sagði líka áðan, kemur hérna fyrir kom inn í klúbbinn og hefur komið inn í klúbbinn af miklu krafti, er að þjálfa 3. flokk karla. Er æskuvinur íþróttastjórans okkar Fannas Helga og jæja, þá er það Einar Rafn með frábæra vörslu en
búið að dæma hérna vítakast og þá er það línu buffið Filip Andonov sem fer á punktinn. Því miður er þetta bara lýsandi fyrir leik Víkingsinn í dag. Hvernig boltinn rúllaði hérna inn. Þetta var alls ekki það sem við þurftum hérna á lokakaflanum. Já, Alex Viktor kominn hérna einn upp. Gólfið inn, hoppar vel upp og klárar þetta samfærandi. 22-29. Leikurinn í dag vissulega veruleg vonbrigði en þetta þýðir það bara að leikmenn liðsins verða að vinna næsta leik og þá eigum við 8 leikinn hér í Víkinni. Já, lína á Alex Viktor. Gabriel Ágústsson, strákur á 16. aldursári, kominn inn á. Mikið efni. Uppalinn hjá okkur hérna í Víking. Það verður gaman að sjá til hans á næstu árum. Halldór Ingi Óskarsson líka kominn inn á, strákur fæddur 2003. Halldór Ingi lætur til sín taka hérna varnarlega. Og Daði Laxdal er hérna bara kóróna frábæran leik hjá sér hérna í dag og skora gott mark. Víkingar foxillir hérna, Andri Berg og Gulli vilja fá hreinlega rautt spjald og í sannleika sagt þá bara sá ég þetta ekki nægilega vel, get ekki lagt dóm né mat á þetta meinta atvik en það er ekki ástæðuleysu sem að Gulli og Andri verða svona foxillir. Þetta er hægt að skoða bara á upptöku eftir leik en já, það er einhver reikistefna hérna. Þetta er búið að vera ótrúlega vel framkvæmdur og vel spilað leikur á hálfu Kríumanna. Það er bara allt búið að ganga upp hjá þeim hérna í dag. Valgeir Gunnlaugsson, eigandi Flatbökunnar, er kominn inn á og ég sé að
Egill Plóter Ottosson meðal annars starfsmaður FM 957, hann er komin hérna inn á. Hann er lunginn og ólsegur leikstjórnandi. Já, svo er ég að gleyma Gelli, leikmann nr. 6, hann er komin líka hérna inn á. Og Viktor Andri fiskar hérna vítakast. Víkingar ansi daufir í dálkin hérna og leikmenn liðsins ansi súrir í bragði eðlilega, en staðan er bara 1-0. Það er næsti leikur eftir nokkra daga og nú reynir á Víkinga að núllstilla sig eftir þennan leik og gleyma þessum leik sem fyrst og ná í sigur í Hertshöllinni á Seltjarnarnesi og tryggja sér oddaleik. Já, leiktöf dæmt hérna 24:31 mínúta. Kríumenn byrjar að klappa saman höndum og annað. Ég er vissum að Kríumenn munu syngja og tralla sig inn í nóttina. En eins og ég sagði áðan, þá er mikilvægt að Víkingar hreinsi hausinn strax eftir þennan leik og núllstilli. Og Valgeir Gunnlaugsson með Halldór Ingi Óskarsson, strákufættur 2003 með gott markið í lokin. Efnilegur varnarmaður og línumæður. Og Egill Plóter, einn af stofnendum áttunar og margt fleira. Hann klárar hérna leikinn fyrir Kríumenn. 25:32 eru lokatölu leiksins. Þetta er gríðalegt áfall fyrir Víkinga, en eins og ég er búinn að segja örugglega 4 eða 5 sinnum, einvíð er ekki búið. Nú verða menn að núllstilla og hreinsa hugan og fara út með kassan, ekki fara litlir í sér í næsta leik. Það er bara að sigra á Hertshöllinni í næsta leik og tryggja sér oddaleik fyrir stappfullu húsi vonandi, eða eins og takmarkanir leyfa að sjálfsögðu. En við verðum bara að segja þetta gott í dag. Gekk ekki vel í dag, en á morgun er nýr dagur og ég er sannfærður að Víkingar munu ekki koma svona illa til leiks í næsta leik og við munum sjá vonandi oddaleik